Þá það 5. dagskrárliður, hagahverfi umsókn skipulagsbreytingar. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Lögðu fram tillaga að deiluskipulagsbreytingum fyrir Naustahverfi 3. áfanga hagahverfi í samræmi við tillögur skipulagshönnuðar. Tillagan dagsett 18. janúar 2018 og unnin af Árna Ólafssyni hjá Teiknistofu Gylfa Guðjónssonar og félaga. Einnig lagt fram samleitt bréf frá fjölskyldusviði og búsetusviði Akureyrarbæjar þörf á húsnæði fyrir skjólstæðinga sviðanna. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Baldvin Valdimarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það liggur hér fyrir ákveðin skipulagsbreytingu sem má fara í auglýsingu og það alveg ljóst að þetta varðar mjög viðkvæman hóp í okkar samfélagi sem við þurfum virkilega að halda utan og sinna. Ég geri hins vegar athugasemdir við hvort að Akureyrarbær sé þarna á réttri leið með þessa lausn sem að þarna í spilunum. Eins og segi, þarna verið að tala hóp sem að eins og honum lýst með leyfi forseta að ræða einstaklinga sem ekki talið forsvaranlegt að hafa í venjulegum fjölbýlishúsum. Ástæðan ónæði, ógn og hætta sem nágrunni getur stafað þessu fólki, svo sem vegna hávaða, óþrifa, hættu og íkveikju eða annars konar skemmdum. Það kemur líka fram í þessu ágæta minnisblaði að það sé ekki æskilegt að hafa mörg svona sambýli saman, það sé betra að dreifa þeim. Þar vitnaði Svein Alan Mortens hjá Reykjavíkurborg og telur að þau vandamál megi flest rekja, það tala vandamál varðandi þessa búsetu, til of miklar nálægðar húsa við hvort annað. Og það hefur leitt til árekstra bæði íbúana og gesta þeirra. Þannig að einnig þarna verið að skipuleggja hverfi, íbúðahverfi. Ég vona að þessar lóðir verði eftirsóknarverðar, en það spurning hvort að við hjá Akureyrarbæ séum að rýra verðgildi þeirra lóða eða gera þær minna eftirsóknarverðar. Sem að kannski aukaatriði í málinu, en aðalmálið að sinna þessum hóp vel og gera það, vanda sig við það, og ég einfaldlega bara efast að við séum á réttri leið með þessari lausn. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar svona rétt aðeins til að koma hérna upp til að útskýra líka aðeins hugsun skipulagsráðs, að mér skilst allavega ég ræddi aðeins við formann skipulagsráðs í gær varðandi þetta mál. Og hann tjáði mér að þarna væri raun vera breyta lóðum sem engin ásókn hefur verið í. Þetta eru stórar einbýlishúsalóðir og þörfin virðist vera á raðhúsaíbúðum frekar og minni húsnæði. Þannig að það hefur verið að reyna að bregðast við því, eða þeim óskum. Þannig ég vona að þetta verði til betrunar. En við höfum verið að vinna þetta með fjölskyldusviði líka og erum að byggja sérbýli núna í Klettaborg og munum við kjölfari líka taka annað í Nonnahaga. Þannig að þetta virkilega unnið vel saman og ég vona svo sannarlega að þetta verði góð vinna, en það alveg hárrétt að það ekki gott að koma mörgum slíkum húsum saman í sameiningu. En það samt að horfa líka til samlegar áhrifa varðandi starfsmanna og fleira. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin. Fyrirgefðu. Þá það bæjarfulltrúi Sóli Björk sem var að biðja orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það tvennt sem ég vil koma inn á í þessu og það ég vil taka undir það sem bæjarfulltrúi Baldvin að tala með að það sé kannski ekki heppilegt að hafa þessi smáhýsi sem ætluð eru fólki í erfiðu ástandi og neyslu sem heimilislaust
hafa þau hús öll á sama stað, en ég held sko samt að það sé ekkert að því að byggja 3 hús vegna þess að húsin eru í raun og veru þurfi ekkert að vera eyrnamerkt akkurat þessum hópi, og ég held að félagslega kerfi okkar það hefur alveg not fyrir 3 eða fleiri svona hús, þannig að ágætt að byrja þarna þó að það þurfi ekki alltaf að vera eyrnamerkt þessu úrræði, en getur þó nýst til þess að byrja með þannig. Og hvað hitt varðar að rýra verðgildi lóðana, þá er það bara eitthvað sem er þá bara leyst öðru sig, það er að segja að fólk vill ekki byggja á þessum lóðum, þá getum við bara gert eitthvað annað á þessum lóðum, og mjög gott að hafa bara svona snemma inn í skipulagi, því að við vitum alveg að það er oft deilt þegar á að fara að koma inn félagslegum úrræðum inn í hverfi, og það er bara ágætt að setja þetta bara upp strax áður en að fara að byggja. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigríður Huld. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar aðeins líka að koma aðeins inn í þessa umræðu tengt því hverjar eru skyldur okkar, því að það stendur í lögum félagsþjónustu sveitarfélaga að félagsmálanefndir þeir skulu sjá til þess að veita þeim fjölskyldum og einstaklingum sem ekki eru færir þær sjálfur úrlausn í húsnæðismálum til að leysa úr bráðum vanda á meðan unnið er að varanlegri lausn. Þannig að við þurfum að sinna þessum einstaklingum, þeir verða einhvers staðar að vera, og það er búið að vera umræða hér í vetur ákveðna staðsetningar þar sem að fólk verður alltaf á móti því að fá þetta nálægt sér. Ég held líka að hluti af hræðslunni hjá bæði kannski okkur inn í þessum sal og íbúum er það að fólk veit ekki kannski almennilega hvað er verið að gera í þessum úrræðum. Þar sem að bæjarfulltrúi Baldvin las upp áðan var ekkert beint uppskriftin af fyrirmyndar nágrannanum. Hins vegar, það sem að hefur verið þegar fólk er tekið inn í úrræði, þar sem er hægt að hafa þá eina í íbúð, eru ekki í stigagangi til dæmis með öðrum, að sú meðferð og svo þjónusta og svo aðstoð sem þessi einstaklingar eru að fá leiðir oft til þess að þessir einstaklingar þeir ná sér á strik og geta farið að búa í öðru félagslegu húsnæði þar sem að er hægt þá er búið að vinna með einstaklingin. Þannig að við einhvers staðar verðum við að hafa stað fyrir þetta fólk og ég veit ekkert endilega hvað rétti staðurinn er, en mér finnst þetta ekkert vera endilega svo staður sem að þetta ætti ekki að vera á. Þannig að en auðvitað getur maður alveg trúið því að fólk verði eitthvað hrætt við að hafa einstaklinga sem að geta sýnt hegðun sem að manni upplifir ógn af. Bara meina þetta, takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þannig kannski ein ástæðan fyrir því að þetta mál er rætt hér kannski það að sé full ástæða til þess að velta vöngum yfir því hvort að þetta sé rétt staðsetning eður ei. Og eitt af því sem að við veltum aðeins fyrir okkur í þessum pælingum í gær meðal annars var staðsetningin á þessari lóð og þessum úrræðum miðað við fjarlægð til dæmis frá þjónustu og miðbæ. Og það kannski líka bara eðlilegt þegar maður fyrir að bera saman eins og bæjarfulltrúi Baldvin gerði þessa lýsingu frá sviðsstjóra fjölskyldusviðs og sviðsstjóra búsetusviðs, bara pælingun á bakvið þetta. Og
Þess vegna þóttu okkur full ástæða til þess að taka þetta upp og vekja bara athygli á þessu til að fá þessa umræðu. Það liggur náttúrulega ljóst fyrir að einhvers staðar verðum við að hafa úrræði fyrir þetta fólk eins og allt annað fólk. Það eru bara skyldur okkar, en við verðum að gera það þá þannig að við séum þá örugg og sátt við þessa staðsetningu og hún verður þá að þjóna þeim tilgangi sem henni er ætlað. Og við setjum bara spurningamerki við það, án þess endilega vera að segja að þetta sé alveg útilokað. Við erum núna að samþykkja að þetta fari í auglýsingu og það er bara eðlilegt að þetta fari í auglýsingu. Það er líka eðlilegt að við vekjum máls á því áður en það fyrir auglýsingu þannig að menn velti þessu aðeins fyrir sér. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón. Forseti, bæjarfulltrúar. Ef við hefðum hérna fullkomnu lausn á þessu þá varum við náttúrulega löngu búin að koma með hana fram. Ég get alveg skilið það, þetta er ekki einfalt mál. Nú, ég gerir mig ágætlega grein fyrir að við erum bara að setja þetta í auglýsingu. Persónulega finnst mér lausnin ekki góð og ég ætla að fá með leyfi forseta að lesa þessu upp úr minnisbréfinu sem við fengum með þessu. Æskilegt að húsið sé staðsett í jaðri íbúðahverfis. Er þetta jaðar íbúðahverfis? Til að koma í veg fyrir ónæði vegna hávaða frá íbúðum þeirra, óþrifnaði og nálgun við þjónustu og matvöruverslun. Svo er svona lýsingar á einstaklingum í þessu hvað við erum að etja. Ég sammála það sem komið hérna fram, bæjarfulltrúa Sóley, að það er mjög mikilvægt að þetta sé gert í upphafi áður við hverfið er hannað. Að þeir sem koma að hverjunu viti að það er vonlaust að gera þetta eftir á. Þannig að ég samþykki svo sem að setja þetta í auglýsingu, ég tek undir með öðrum bæjarfulltrúum hérna að komið upp að gildi staðsetningarinnar. En það kemur þá bara fram í athugasemdum við auglýsinguna sem ég held að hljóta að verða örugglega margar þó ég ætla ekki að búa þær til núna. En ég er ekkert fyllilega sáttur við þessa staðsetningu en ég á erfitt með að benda á betri eða einhverja fullkomna lausn í þessu. Ég skil vandamálin. Takk. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar svona rétt aðeins að skýra kannski mál mitt aðeins betur sem ég fór yfir hérna áðan en ég er í vinnuhóp sem vinnur að verkefnum Klettaborgir sem er sérbýli og þar hefur þetta komið til máls að hjá fjölskyldusviði og búsetusviði að við þurfum annað úrræði, við þurfum að huga að framtíðarlausn og þurfum við annað sérbýli í framtíðinni og það er hugað þarna í Nonnahaga. Mér skilst að skipulagsdeildin hafi úthlutað í rauninni reit fyrir fjölskyldusvið og búsetusvið til þess að skipuleggja sjálf út frá þeirri þjónustu sem þau telja vera hagkvæmust á hverju sviði á þessu svæði. Og þar er verið að skoða sérbýli og þar kom líka til tals þessi 2 smáhýsi, þessar 2 íbúðir sem við tvö hús ef við mögum kalla það þannig, að hafa þau þarna til þess að geta nýtt þjónustuna. Við erum auðvitað vissulega núna að setja þetta í auglýsingu, það er hægt að koma með athugasemdir, en mér langar samt líka vekja athygli á því að þrátt fyrir þetta sé sett svona fram núna með þessum hætti, þá er ennþá verið að skoða aðra staðsetningar fyrir þessi smáhýsi. Út frá þessum punktum sem koma frá búsetusviði að það sé stutt í þjónustu og þeir komist sinna leiða gangandi. Og ég ætla bara að koma því að framfæra hér. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Það sem ekki fleiri hafa hvatt sér ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu þeir sem geta samþykkt framlagðartillögu eins og skifið merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum